Gott kvöld og gleðilega hátíð. Þá komið að hinu árlega uppgjöri fréttastofu sjónvarpsins og fyrst eru það svipmyndir af innlendum vettvangi. Næsta klukkutíman eða svo munum við sýna ykkur það sem helst bar til tíðinda hér innanlands og við byrjum á því að fjalla stjórnmál en þar komst fréttamaður okkar í mjög svo óvenjulega aðstöðu í beinni útsendingu. Jú, það má segja að þjóðin hafi staðið á öndinni en allt fór vel sem betur fer. Langt síðan jafn harkalega hefur verið deilt á Alþingi og gert var í byrjun árs vegna frumvarps ríkisstjórnarinnar í kjölfar Hæstaréttardóms í svokölluðu öryrkjamáli. Ekki var það til að draga úr spennunni á þingi að heilbrigðisráðherra hné niður í beinni útsendingu í sjónvarpinu en meira það síðar. Stjórnarandstæðingar staðhæfðu að ríkisstjórnin væri að hundsa niðurstöðu Hæstaréttar með frumvarpinu og brjóta gegn stjórnarskrá. Forsætisráðherra sagði ósiðlegt af stjórnarandstöðinni að gefa slíkt í skyn og sagði dómi Hæstaréttar fullnægt með frumvarpi ríkisstjórnarinnar. Ég vona að Guð gefi ég leggist aldrei svo lágt í stjórnarandstöðu hér. Þegar og ef sá tími kemur. Þegar og ef sá tími kemur. Að gefa það í skyn að þeir sem væru að ráða hér ráðum með meirihlutavaldi, eðlilegu meirihlutavaldi, að þeir væru með vitandi vits, með opin augu, að fara gegn ákvörðunum og vilja æðsta dómstóls landsins. Það fullyrt að forseti. Og þetta segir mér heilmikið þann sem kallaði fram í. Og virðing mín fyrir honum hefur ekki vaxið af þessu tilefni. Þá gerðist það þegar þriðja umræða frumvarpið stóð yfir að Halldór Blöndal, forseti Alþingis, kynnti svarbréf frá Garðari Gíslasyni, forseta Hæstaréttar, við fyrirspurn sem hann hafði sent Hæstarétti. Garðar Gíslason skrifar einn undir bréfið en samkvæmt upplýsingum frá skrifstofustjóra Hæstaréttar í dag þá var haft samráð við alla dómara Hæstaréttar. Í ljós kom að hæstaréttardómarar höfðu haldið fundum hvort svara ætti bréfinu efnislega og var meiri hluti dómaranna fylgjandi því. Mér finnst tilefni til þess að forsætisnefnd Alþingis skrifaði bréfið ærið þar sem það hafði verið dregið í efa að frumvarp ríkisstjórnarinnar væri tækt á þinginu vegna þess að það bryti í bága við stjórnarskrána. Það hefur þó verið það mikill ótti í stjórnarliðinu að það fengið þetta bréf með einhverjum hætti úr Hæstarétti og það mjög alvarlegt vegna þess að framkvæmdarvaldið og löggjafarvaldið hafa ekki sótt inn í þetta musteri réttlætiskeðjunnar fram að þessu. Og þetta í raun og veru, ef þetta verður samþykkt í kvöld, þá þetta trúlega svartasti dagurinn í stjórnmálasögu okkar unga lýðveldis. Frumvarpið var síðan að lögum í lok janúar eftir 4 daga umræðu þar sem 400 þingræður voru fluttar og áttu öryrkjar að fá greitt í samræmi við breytingar á almannatryggingalögum 1. febrúar. Frumvarpið samþykkt með 32 atkvæðum gegn 23. 8 eru fjarstaddir og verður það sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi, til nýs fundar boðað þegar að loknum þessum fundinum slitið. Forseti Íslands staðfesti síðan lögin umdeildu með undirskrift sinni en lýsti því jafnframt að gæta yrði ítrustu varkárni ef vísa ætti málum til þjóðaratkvæðagreiðslu. Ingibjörg Pálmadóttir heilbrigðisráðherra var lögð inn á sjúkrahús eftir að hún fékk aðsvif í beinni útsendingu í sjónvarpinu. Sjónvarpsáhorfendum brá mjög í brún en heilbrigðisráðherrann var í viðtali við fréttamann sjónvarps í fréttum klukkan 7 þegar hún hné skyndilega niður. En það ekki nægilegt. Við erum að endurskoða allar reglur og svo nefnd sem ríkisstjórnin hefur samþykkt að fara í. Og við tökum við hér aftur eftir þetta og höldum áfram með aðrar fréttir. Og eins og hér sést var mönnum brugðið en Ingibjörg hristi þetta af sér og reifst hraustlega við Össur Skarphéðinsson formann Samfylkingarinnar skömmu seinna. Ingibjörg Pálmadóttir sagðist hafa fengið gula spjaldið þegar hún veiktist. Verkurinn hefði verið eins og að fá píl í gegnum brjóstið en hún hafði haft of háan blóðþrýsting skeið án þess að láta meðhöndla hann. Sérfræðingar sögðu ráðherra fyrir að hvíld. Eftir ég rankaði mér aftur þá vildi ég nú halda áfram í viðtalum og hefði haldið áfram kannski á þingi þá gæti ég dytti niður ef hann hefði ekki komið hérna Sveinn Magnússon læknir sem leist nú ekki svo mjög vel á mig. Hann vildi endilega ég kæmi hérna með sér inn á sjúkrahús sem ég gerði og var lögð hér inn og fengi hér góða meðferð og komin á lyf sem verka mjög vel.
Ingibjörg Pálmadóttir heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra tilkynnti að hún ætlaði að láta af embætti á vormánuðum eftir 6 annasöm ár í embætti. Jón Kristjánsson, formaður fjárlaganefndar og þingmaður Framsóknarflokksins á Austurlandi, var valinn eftirmaður hennar. Ég á 12 ára gamlan son sem ég hef ekki verið mikið hjá. Ég er búin að vera í stjórnmálum í 20 ár, 10 ár á þingi, 6 ár ráðherra og þegar ég sagði honum frá því í gær að ég ætlaði að hætta, að þá var hann alveg hreint eins og sólin ljómandi, þannig ég sá að ég var akkurat að hætta á réttum tíma áður en ég missi af drengnum. Ráðherraskiptin fóru fram með hefðbundnum hætti á ríkisráðsfundi á Bessastöðum. Jón Kristjánsson sagðist ekki boða neina byltingu í ráðuneytinu enda sammála forvera sínum flest. Við höfum nú unnið náið saman við Ingibjörg í mörg ár og verið sammála þær áherslur sem hafa verið í hennar ráðuneyti, þannig ég á ekki von neinum byltingum. Reykvíkingar gengu að kjörborðinu miðjan mars til að greiða atkvæðum hvort flugvöllur ætti að vera í Vatnsmýrinni eftir árið 2016. Andstæðingar flugvallarins unnu nauman sigur í atkvæðagreiðslunni en þátttaka í henni var dræm. Niðurstaðan var ekki bindandi en borgarstjóri sagðist þó vera siðferðislega bundinn af henni. Setjum nú svo þetta sé eins og þetta er núna 51-49 því þetta þarf mikið að breytast í utankjörstaðatkvæðum til þess að raunverulega breytist eitthvað. Þá gerum við ráð fyrir því að eftir 2016 og einhvern tímann á bilinu 2016 til 2024 fari flugvöllurinn úr Vatnsmýrinni. Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra var kjörinn varaformaður Framsóknarflokksins í stað Finns Ingólfssonar á flokksþingi í mars og Sif Friðleifsdóttir var kjörinn að ritari. Halldór Ásgrímsson var endurkjörinn formaður. Þau 3 sigruðu með yfirburðum. Þingmennirnir Jónína Bjartmarz og Ólafur Örn Haraldsson hefðu einnig gefið kost á sér í embætti varaformanns en Hjálmar Árnason keppti við Sif ritaraembættið. Hjálmar Árnason 205 atkvæði að 37,8%. Alþingismenn fluttu inn í nýjar skrifstofur við Austurvöll í byrjun árs, ekkert sérlega íburðarmiklar, en í ljós kom að þær voru nær 2-falt dýrari en gert hafði verið ráð fyrir. Eftirlit með framkvæmdum var ekki sem skyldi og forseti Alþingis kallaði eftir skýrslu frá Ríkisendurskoðun vegna málsins. Íslendingar urðu aðilar að Schengen-samningnum ásamt hinum Norðurlöndunum þann 25. mars. Nokkrum dögum áður var fyrsti áfangi stækkunar Leifsstöðvar tekinn í notkun til að auka afkastagetu flugstöðvarinnar. Schengen-samstarfið felst í að afnema eftirlit með fólki á innri landamærum Schengen-landanna 15. Á móti kemur hert eftirlit á ytri landamærum Schengen-svæðisins með öflugu upplýsingakerfi og stór aukinni lögreglusamvinnu. Þrálátur orðrómur komst á kreik það í ársbyrjun að Björn Bjarnason, menntamálaráðherra, væri að íhuga að bjóða sig fram til forystu fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Reykjavík í næstu borgarstjórnarkosningum. Júlíus Vífill Ingvarsson, einn af forystumönnum flokksins í borginni, bað Björn að tala skýrt. Ég vissi nú ekki að Björn hefði áhuga á því að söðla og færa sig yfir í borgarmálin. Hann hefur allavega ekki rætt það við mig. Orðið var við annað en bara mjög eindreginn stuðning, enda hefur Inga Jóna staðið sig mjög vel. Hún hefur lagt metnað sinn í þetta starf og bryddað upp á ýmsum nýjungum. Inga Jóna segist ekki gefa leiðtogasætið eftir baráttulaust og framboð Björns breyti engu það. Ég er að segja andstæðingar hans og andstæðingar okkar allra sjálfstæðismanna. Það eru þeir sem eru að blása í glæður slíkrar umræðu, það eru þeir sem eru að halda umræðun gangandi. Hroll setti að landsmönnum í byrjun júní þegar að skýrsla Hafrannsóknastofnunar ástand fiskistofna hér við land var kynnt. Þar kom fram að þorskstofninn hafði verið verulega ofmetinn og var lagt til að yrði dregið úr þorskveiðum á næsta fiskveiðiári. Það er því miður ekki hægt að gleðjast yfir miklu í þessari skýrslu sem kom út í dag. Nytjastofnar sjávar 2000-2001. Langflestir stofnar okkar eru í sögulegu lágmarki eða nálægt því. Verst er ástandið kannski í þorskinum. Vísindamenn á Hafró höfðu smátt og smátt verið að átta sig á því undanfarin 2 ár að stofninn hafði verið verulega ofmetinn og töldu að nú þyrfti að grípa inn í þróunina. Stofnunin var harkalega gagnrýnd í framhaldinu þar sem að menn höfðu borið mikið traust til hennar og staðið þeirri trú að óhætt væri að treysta mati hennar þó að í raun sé á ekkert að treysta það sem þorskurinn er annars vegar. Hafrannsóknastofnunin lagði til að veidd yrðu 155.000 tonn af þorski á næsta fiskveiðiári en sjávarútvegsráðherra ákvað að þorskkvótinn skyldi vera 190.000 tonn. Var þar miðað við svokallaða breytta aflareglu en í henni felst að þorskafli milli ára breytist aldrei meira en 30.000 tonn.
Kvótasetning á veiðar smábáta á ýsu, ufsa og steinbít tóku gildi 1. september en Alþingi ákvað að fresta ekki gildistöku laganna þrátt fyrir hörð viðbrögð smábátaeigenda. Í mörgum sjávarbyggðum ríkti mikil svartsýni vegna laganna og menn óttuðust áhrif þeirra og afkomu fyrirtækja og einstaklinga. Það fór eins og ég spáði fyrir 3 sólarhringum síðan að Líú þjónandi ríkisstjórnsins, Sjálfstæðis og Framsóknar myndi ekki fá leyfi hjá lagapöntunarfélagi Líú til þess að afgreiða frestunartillögu kvótasetningu á ýsu, steinbít og ufsa í veiðikerfi smábátanna. Eitt hvert umtalaðasta mál ársins var án efa mál Árna Jónsens, alþingismanns og formanns byggingarnefndar Þjóðleikhússins sem leiddi til þess að Árni sagði af sér þingmennsku í ágúst. Fyrst var minnst á mál Árna í fjölmiðlum þann 13. júlí þegar að DV birti frétt þess efnis að Árni hefði tekið út byggingarefni í Byko í byrjun júlí í nafni byggingarnefndar Þjóðleikhússins. Árni hefði sjálfur sótt efnið, endurmerkt og látið senda á heimili sitt í Vestmannaeyjum. Þá kom næst fram í fréttum Ríkisútvarpsins að í bókhaldi byggingarnefndar Þjóðleikhússins væri að finna reikning vegna óðals kantsteina frá BM Vallá en steinana væri hvergi að finna í leikhúsinu. Árni gaf þá skýringu á málinu að nota hefði átt steinana í stétt við leikhúsið og að þeir væru geymdir á brettum og vísum stað. Næsta dag kom fram að steinarnir væri ekki í geymslu, heldur hefðu þeir verið fluttir á heimili Árna í Reykjavík. Stöðugar fréttir voru á málum Árna og greint var frá því í fréttum Stöðvar 2 að Árni hefði keypt þéttidúk í nafni byggingarnefndarinnar en Árni sagði að hann var í geymslu á vegum leikhússins. Þjóðleikhússtjóri þvertók fyrir það. Í ljós kom að dúkurinn hafði verið sendur til Vestmannaeyja en verið sendur til baka þaðan þegar málið komst í hámæli og komið fyrir í geymslu í Gufunesi. Ríkisendurskoðun skilaði greinargerð fjárhagslega umsýslu Árna Jónsens vegna þeirra starfa sem honum hefðu verið falin á vegum ríkisins. Efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra hefur nú tekið við málinu og fer fram víðtæk rannsókn á því. Ríkisstjórnin kynnti víðamiklar breytingar í skattamálum fyrirtækja og einstaklinga í byrjun október. Eignarskattar verða lækkaðir og tekjuskattur fyrirtækja verður lækkaður úr 30% í 18%. Skattlagningu húsaleigubóta verður hætt og stimpilgjald lækkað. Áætlað er að tekjur ríkissjóðs minnki 3,5 milljarð vegna skattalækkananna. Ákvörðun að byggja álver í Reyðarfirði og virkjun við Kárahnjúka hefur verið frestað til 1. september árið 2002 en loka ákvörðun átti að liggja fyrir í málinu í febrúar 2002. Iðnaðarráðherra sagði umhverfismál vera ástæðu frestunarinnar þar sem þau þyrftu meiri tíma. Skipulagsstofnun féllst á byggingu álvers í Reyðarfirði með 2 skilyrðum í byrjun september en úrskurður Skipulagsstofnunar í lok júlí var hins vegar á þá lund að stofnunin legðist gegn framkvæmdum við virkjunina. Sif Friðleifsdóttir umhverfisráðherra úrskurðaði í lok desember og þar er úrskurði Skipulagsstofnunar varðandi Kárahnjúkavirkjun snúið við. Virkjunin verður leyfð en með 20 ströngum skilyrðum. Mörg ókvæðanleg slys urðu á árinu og hafið tók sinn toll, sérstaklega í lok ársins. Þá eru enn óútkljáð mál í kjölfar slysa eins og flugslysins í Skerjafirði, þrátt fyrir að þykk skýrsla liggi fyrir frá flugslysanefnd. Eldsvoðar urðu líka tíðir á árinu. 2 bandarískar konur létust þegar flugvél þeirra skall í sjóinn norðvestur af Vestmannaeyjum í mars. 4 klukkustundir liðu frá því að radar- og talstöðvarsamband rofnaði við vélina, þar til Landhelgisgæslan fór til leitar. Vélin var 2 hreyfla af gerðinni Aero Commander 56. Konurnar 2 borð voru á leið til London til að taka þátt í flugkeppni. Rannsóknarnefnd flugslysa skilaði umdeildri skýrslu flugslysið í Skerjafirði í lok mars. Í skýrslunni kom fram að flugvélin TF-GTI sem hrapaði í sjóinn í Skerjafirði í ágúst í fyrra, með þeim afleiðingum að 6 létust, varð að öllum líkindum bensínlaus. Flugmaðurinn hafði flogið í 13 tíma daginn sem slysið varð. Piltarnir 2 sem börðust fyrir lífi sínu mánuðina eftir slysið létust báðir á árinu. Feður þeirra hafa gagnrýnt skýrsluna harkalega. Sökinni sé fyrst og fremst komið á flugmanninn en flugrekstrarstjóri og eigandi flugfélags Ísleifs Ottesens ber ekki síður ábyrgð.
Þá var rannsóknarnefnd flugslysa borin þungum sökum óeðlileg vinnubrögð og seinagang. Við komum til með að bera saman okkar gögn og það sem fram kemur þarna. Síðan komum við til með að leggja fram okkar eigin rannsóknarniðurstöður og beina þeim að lögreglunni sem næsti þáttur í vonum að það komi lögreglunni að gagni og að hún fari nú kannski ekki að sauma sína skýrslu saman of fljótt og þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af lögregluskýrslunni eins og við höfum haft áhyggjur af þessari flugslysanefndarskýrslu. Að beiðni samgönguráðherra gerði flugmálastjóri athugun nokkru síðar og komst þar að þeirri niðurstöðu að ekki væri ástæða til að segja upp flugrekstrarleyfi eða samningum ráðuneytisins við Flugfélag Ísleifs Ottesens áætlunarflug, þrátt fyrir þær ávirðingar á hendur félaginu sem framkomu í skýrslu flugslysanefndar. Í sumar ákváðu aðstandendur ungmenna sem fórust í slysinu að leita til einnar virtustu rannsóknarstofnunar á sviði flugslysarannsókna í Cranfield í Bretlandi óháða rannsókn á slysinu. Skipulögð var söfnun til að mæta kostnaði við rannsóknina. Í lok september yfirtók flugfélagið Jórvík rekstur Flugfélags Ísleifs Ottesens eftir að samningar höfðu tekist milli flugfélaganna. TF-SIF minni þyrla Landhelgisgæslunnar skemmdist þegar hún þurfti að nauðlenda á túni í eigu Stekkjarvalla á Snæfellsnesi í lok maí. Þyrlan var að koma frá Rifi og voru 5 manns borð. Engan sakaði. Rannsókn á óhappinu leiddi síðan í ljós að þyrlan flaug inn í láréttan skýstrók við suðurbrún Urðarmúla með þeim afleiðingum að þyrluspaðarnir rákust í stél þyrlunar. Flytja þurfti TF-SIF á vörubílspalli til Reykjavíkur til viðgerðar. Hótel Búðir brann til kaldra kola í febrúar. Segja má að á aðeins klukkutíma hafi allt brunnið sem brunnið gat í hótelbyggingunni. Hótelið var mannlaust þegar eldurinn kom upp en talið að kviknað hafi í út frá rafmagni. Áform eru að byggja upp nýtt og glæsilegt hótel á rústum hins gamla. Það var laust upp á klukkan 8 sem vart varði eld í hinu fornfræga hóteli hér á Búðum. Slökkvilið í Ólafsvík og Grundarfirði var strax gert viðvart en aðeins klukkutíma síðar má segja að allt hafi verið brunnið sem brunnið gat. Við erum kallaður út 18 mínútur yfir 8. Það tekur okkur svona hálftíma að komast hérna á staðinn. Þá bara allt að elda. Og allt brunnið sem brunnið gat? Já, rúmlega það held ég. Þetta er mikið ból. 18 ára piltur lét lífið í eldsvoða á Dalvík miðjan apríl. Slökkviliðsmenn fengu ekki við neitt ráðið en húsið varð alelda á skömmum tíma. Eldur kviknaði í húsakynnum íslenskra matvæla við Hvaleyrarbraut í Hafnarfirði í apríl. 2 menn voru inn í húsinu þegar eldurinn blossaði upp en þeir komust ómeiddir út af sjálfsdáðum. Húsakynni fyrirtækisins stórskemmdust og var tjónið talið nema 100 milljónum. Eldurinn átti upptök sín í reykofni. 20 milljóna tjón varð þegar kviknaði í Strýtu sem landvinnsla Samherja á Akureyri í júní. Ljóst var að einhver hafði gert sér leik að því að kveikja í plastkössum og plastkerjum sem stóðu fyrir utan húsnæði Strýtu með þeim afleiðingum að eldurinn barst inn í húsið og magnaðist fljótt. Tíma var óttast að eldurinn bærist í olíutank sem í grenndinni en hagstæð vindátt bjargaði málum. Eins og við sjáum þá gífurlegur eldur hér í aðalbækistöðum Samherja við Oddeyrartanka þar sem verksmiðja Strýtu er. Meðal þess sem eyðilagðist í eldinum voru hátt í 300 tonn af óunninni rækju að verðmæti 50 milljónir króna. Mikill viðbúnaður var hjá slökkviliðinu í lok nóvember þegar mikill eldur kom upp í rannsóknarstofu Lýsis HF við Grandaveg snemma morguns. Eldurinn kviknaði í austari enda hússins sem tvílyft steinhús. Hérna eru rannsóknarstofu Lýsis og starfsmannaaðstaða. Óttuðust menn að vetniskútar sem voru í byggingunni myndu springa og var fólk í nærliggjandi húsum varað við hættunni. Allt fór vel og enginn slasaðist í eldsvoðanum en húsnæði Lýsis skemmdist mikið. Vinnustofa fatlaðra í Lækjarbotnum við Suðurlandsveg
fuðraði upp í bruna í byrjun desember. Þarna var trésmíðaverkstæði til húsa og var slökkvistarf erfitt, enda mjög hvasst og ekkert vatn á staðnum. Slökkviliðsmenn hafa þurft að gera hlé á slökkvistörfum vegna þess að það vantar vatn, en er verið að sækja meira og auk þess er vont að komast sér að, alltaf kaf í snjó. Engin slys urðu á fólki og var enginn í húsinu þegar eldurinn kom upp. Efsta hæð gamla frystihússins á Norðfirði gjöreyðilagðist í eldi í desember. Já, það var klukkan 4 í nótt sem að eldsins var vart hér í gamla frystihúsinu hjá Síldarvinnslunni á Norðfirði. Menn voru búin að vera hér við kvikmyndatökur þar sem að mynda átti eldsvoða í frystihúsi vegna töku myndarinnar Hafsins eftir handriti Ólafs Hauks Símonarsonar. Allt gekk að óskum og flesti voru farnir heim klukkan 4 þegar eldur gaus svo aftur upp í frystihúsinu. Alvarlegt vinnuslys varð í álverinu í Straumsvík í lok júní þegar sprenging varð í Kerskála 3. 2 menn brenndust alvarlega og lést annar þeirra af sárum sínum nokkrum dögum síðar. Slysið varð þegar verið var að undirbúa að gangsetja rafgreiningarker og ljósbogi eða skammhlaup myndaðist. Þetta var venjubundinn undirbúningur fyrir gangsetningu kers en árlega 100 ker gangsett í verinu. 3 karlmenn og 1 kona létust í hörmulegu slysi í veiðihúsi við Veiðivötn í lok ágúst. Í ljós kom að lyktarlaust eiturloft frá gaslampa hafði valdið dauða fólksins sem lá í rúmum sínum. Húsið sem það gisti í var mjög lítið og bæði dyr og gluggar voru lokuð þar sem úti var leiðinda veður. Gasljósið sem logaði olli því að allt súrefni í húsinu eyddist og fólkið fékk kolsýrlingseitrun sem slævir öndun og hefur lamandi áhrif. Öflug sprenging varð í áburðarverksmiðjunni í Gufunesi í byrjun október en engan sakaði. Stórt svæði umhverfis verksmiðjuna var lokað af í öryggiskyni og í fyrstu var talin hætta á loftmengun en vindátt var hagstæð. Sprengingin varð í þeim hluta verksmiðjunar þar sem vetni og ammóníak er framleitt. Efnaframleiðslu í verksmiðjunni var hætt eftir sprenginguna og verður verksmiðjan líklega flutt af svæðinu á næstu 2 árum. 2 menn fórust þegar neta- og tóbáturinn Una í Garði GK 100 fórst norður af Skagafirði í blíðviðri í júlí. Skipstjóri, stýrimaður og vélstjóri auk 11 ára sonar stýrimannsins komust lífs af. Atburðirnir borð gerðust á ógnarhraða en skyndilega fór skipið að halla og sökkva að aftan eftir að sjór hafði lekið inn. 3 skipverjanna ásamt drengnum komust borð í björgunarbát og 5 klukkustundum eftir slysið var þeim bjargað borð í rækjubátinn Húna HU62 sem flutti þá til Blönduós. Einn maður fórst þegar ófeigur annar frá Vestmannaeyjum 138 brúttólesta stálbátur sökk á skammri stundu undan Suðurlandi í byrjun desember. Mjög slæmt veður var á þessum slóðum þegar ófeigur sökk, rok og mikill sjór. 8 skipverjar komust borð í gúmmíbjörgunarbát og var þeim síðan bjargað borð í danska Pétur Vaffe sem flutti þá til Vestmannaeyja. Aðstandendur skipbrotsmannanna biðu þeirra við komuna til hafnar. Fáeinum dögum síðar fórust 3 menn með Svanborgu SH frá Ólafsvík við Snæfellsnes. Aftaka veður var þegar slysið varð en skipið strandaði og rak upp í fjöru. Í birtingu í morgun kom í ljós að lítið var eftir að Svanborgu SH hér við klettana við Svörtuloft undan Önduranesi nema brakið og fiskikörinn. Báturinn kom hér inn í þessa rennu sem við sjáum hérna fyrir aftan mig. Það tókst að bjarga einum skipverjanna, Eyþóri Garðarsinni, og var þar unnið mikið afrek. Eyþór varð að halda sér föstum á þaki stýrishússins í tæpar 3 klukkustundir áður en björgun barst. Náði að halda mér þarna og sérstaklega allan þennan tíma. En það er, þegar svona stendur á þá er eitthvað sem hjálpar okkur. Þyrla frá varnarliðinu kom á slysstað
eftir að þyrla Landhelgisgæslunnar varð að hverfa frá vegna bilunar. Sigmaður Bandaríkjahers tryggði mikla hetjudáð við björgunina. Voðaverkin skelfilegu sem framin voru í Bandaríkjunum þann 11. september höfðu margvísleg áhrif hér á landi eins og annar staðar í heiminum. Þar sem allir flugvellir í Bandaríkjunum voru lokaðir dagana eftir árásina, urðu margir bandarískir ferðamenn strandaglópar hér á landi en létu sér það ekki fyrir brjósti brenna. Íslenskir slökkviliðs- og lögreglumenn heimsóttu bandaríska sendiráðið við Laufásveg til að votta bandarískum starfsbræðrum sínum virðingu sína, en slökkviliðsmenn ytra sýndu fádæma hetjulund þegar hörmungarnar dundu yfir. Og hræðslan við miltisbrand fór eins og eldur í sínum íslenskt þjóðfélag eins og hvarvetna annar staðar. Fyrst fundu starfsmenn borgarendurskoðunar grunnsamlegt duft í poka utan af tímariti og var gripið til viðeigandi varúðarráðstafana. Þá barst bréf með dufti á fréttastofu útvarpsins sem síðan reyndist meinlaust. Davíð Oddsson forsætisráðherra fékk bréf sem innihélt lyftiduft en þar höfðu óprúttnir skólapiltar verið að verki. Loks voru höfuðstöðvar Landsbanka Íslands við Austurstræti rýmdar vegna ótta við miltisbrand í bréfi með erlendum póststimpli sem þangað barst. Bankinn var opnaður aftur næsta dag þegar búið var að ganga úr skuggum að öllu væri óhætt. Það sem einkenndi íslenskt viðskiptalíf á árinu voru tíðar breytingar á gengi íslensku krónunnar og stefndi einkum niður á við í þeim efnum. Samkeppnisstofnun lék einnig stór hlutverk á árinu. Fyrst sektaði hún grænmetisfyrirtæki 10 milljóna og í lok árs var her manna sendur á vegum Samkeppnisstofnunar til að gera húsleit hjá olíufélögunum. Samkeppnisráð ákvað að sekta sölufélag garðyrkjumanna, Ágæti og Mötu 105 milljónir króna í byrjun apríl fyrir ólöglegt verðsamráð og markaðsskiptingu. Þetta var í fyrsta sinn sem ráðið beitti sektarheimildum. Í úrskurði Samkeppnisráðs sagði að hegðun fyrirtækjanna fæli í raun í sér samsæri gegn neytendum þar sem þeir þyrftu að greiða hærra verð en ella fyrir ávexti og grænmeti. Þetta ljótur leikur og það enginn sem ánægður með þessa framkomu þessara manna. Ég taka svo djúpt í árunum og segja, mér finnst það mætti taka þessa menn og þá hreinsa út og þá bara byrja upp á nýtt. Það liggur einfaldlega fyrir nú að lyktum að mála að neytendur í þessu landi eiga inni tugi ef ekki hundruði milljóna hjá söluaðilum og ríkisstjórn þessa lands. Miðstjórn ASÍ fordæmdi einokunartilburði og hringamyndun á grænmetismarkaði og skunduðu stjórnarmenn í melabúðina þar sem þeir fylltu innkaupakörfur af grænmeti til að leggja áherslu á þann þungahug sem þeir bæru til fyrirtækjanna fyrir framkomu þeirra gagnvart launþegum í landinu. Þetta auðvitað alveg með ólíkindum og reyndar vakna þær spurningar er þetta á fleiri sviðum. Sótthreinsunarmottum til varnar Gín og Klaufaveiki var komið fyrir á öllum millilandaflugvöllum landsins í febrúar. Öllum farþegum frá Bretlandi var gert að stíga á motturnar, en þar var veikin í algleymingi. Fyrstur til að stíga á slíka mottu við komu til landsins var engin annar en Róbertsson Lávarður, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins. Miklar sviptingar urðu á gengi íslensku krónunnar á árinu sem höfðu víðtæk áhrif á rekstur og afkomu íslenskra fyrirtækja, en ákveðið var að hætta að verja gengi krónunnar við ákveðin mörk, en taka í staðinn upp svokallað verðbólgumarkmið. Gengi íslensku krónunnar fór að síga í lok mars og í lok apríl byrjaði það að falla hratt og örugglega eftir að orðrómur komst á kreik að Hafrannsóknastofnun ætlaði að ráðleggja íslenskum stjórnvöldum að draga saman seglin í veiðum á næsta fiskveiðiári. Flestir sérfræðingar í efnahagsmálum voru sammála að ekki væru efnahagsleg rök fyrir veikri stöðu krónunnar. Gengi krónunnar styrktist síðan nokkuð og héldu menn að botninu væri náð, en staða krónunnar fór þá að versna á nýjan leik og náði gengið sögulegu lágmarki 20. nóvember þegar gengisvísitala krónunnar fór í 148 stig, en það er hæsta gildi og þá jafnframt lægsta gengi krónunnar sem skráð hefur verið, en því hærri sem vísitalan er, því lægra er gengið. Helstu skýringar eru ójafnvægi í gjaldeyrisstraumnum vegna mikils viðskiptahalla og samdráttar í erlendum lántökum.
Íslenskri erfðagreiningu og læknafélaginu tókst loks að ná samkomulagi gagnagrunn á heilbrigðissviði og var yfirlýsing þar að lútandi undirrituð í lok ágúst. Í henni kemur fram að eyða skuli upplýsingum sjúklinga í gagnagrunninu óski þeir eftir því. Í þessu felst myndun svolítillar glufur í þann múr sem við vildum reisa í kringum upplýsingarnar til þess að veita þeim vörn. Ég held að þessi fórn sé lítil. Ég held að við sem að fórna mjög litlu í öryggi gagnanna og ég held að við fáum mjög mikið fyrir þessa fórn. Heiftarlega deilur brutust út milli hluthafa í Lyfjaverslun Íslands á sumarmánuðunum. Ástæðan voru fyrirætlanir stjórnar Lyfjaverslunarinnar að kaupa Frumab, félag Jóhanns Óla Guðmundssonar, en Jóhann Óli var næstasti hluthafi Lyfjaverslunarinnar. Það var ekki síst kaupverði sem fór fyrir brjóstið á mönnum, en fyrir Frumab fékk Jóhann Óli greitt í hlutafé í Lyfjaverslun sem metið var á rúmar 800 milljónir króna. Helsta eign Frumabs var samningur við ríkið að byggja, reka og fjármagna hjúkrunarheimili við Sóltún í Reykjavík. Deilt var hvort minnisblað frá því í janúar kaupin væri bindandi eður ei. Valdabaráttan náði hámarki á hluthafafundi í Lyfjaverslun Íslands í júlí, þar sem mikill meirihluti hluthafa samþykkti að rifta samningi kaup á Frumabli. Hæstiréttur hafði fyrr daginn samþykkt lögbán á að Jóhann Óli gæti nýtt sér það hlutafé sem hann fékk sem greiðslu fyrir Frumabl á fundinum. Þá var samþykkt að skipa nýja stjórn Lyfjaverslunarinnar á hluthafafundinum. Deilunum í fyrirtækinu þó engan veginn lokið og eru þær nú komnar fyrir dómstóla. Einkavæðing Landssímans hófst í haust. Í fyrsta áfang átti að selja 14% hlutafjár til almennings sem sýndi bréfunum lítinn áhuga og aðeins 5% seldust. Sérfræðingar sögðu að markaðurinn teldi verð á bréfum í símanum of hátt. Þá var svokallum kjölfestufjárfesti boðið að kaupa 25% í símanum og fá meiri hluta í stjórn. Þá verða 10% seldi í tilboðssölu, þannig að í þessum áfanga ráðgert að selja 49% hlutafjár í símanum. Þá bar til tíðinda að Þórarinn V. Þórarinsson, forstjóri Símans, lét af störfum tímabundið vegna meindra tengsla við einn af þeim aðilum sem vildu gerast kjölfestufjárfestir í fyrirtækinu. Óskar Jósefsson frá PricewaterhouseCoopers, sem stýrði mati og söluferli Landssímans, tók við starfinu af Þórarni. Nú ljóst að Þórarinn kemur ekki aftur til starfa og gerður hefur verið starfslokasamningur við hann. Samningurum mun kosta Síman alltaf 30 milljónir króna. Þá hefur verið ákveðið að ganga til samninga við Tele Danmark sem kjölfestufjárfestir í Símanum, en ljóst að sjálf salan frestast fram yfir áramót. Jæja, þá er komið að því. Klukkan er rétt það vilja verða 10:10, það er 10.10. og komið að því að opna stærstu verslunarmiðstöð landsins, Smáralind, en það eru krakkarnir Smári og Linda sem ætla að gera það. Og það var ekki nóg með að börnin bæru saman nafn á verslunarmiðstöðum. Linda og Smári heldur býr Linda í Lindahverfi og Smári í Smárahverfi. Hvar annars staðar? Áttu vonaði að koma hingað oft? Ég veit það ekki. Þú ert ekkert mikið að versla eða hvað? Nei, ekki ég. En er ekki svolítið gaman að vera fengin hingað til að opna svona? Jú. 70 verslanir og þjónustufyrirtæki eru í Smáralind og er húsið 63.000 fermetrar. Orkuveita Reykjavíkur ákvað að bjóða hennar glæsilegu perlu í Öskjuhlíð til sölu seint á árunum. Þrátt fyrir að mikill fjöldi gesta, sérstaklega ferðamanna leggi leið sína hingað í Perluna á hverju ári og þrátt fyrir að veitingarekstur á 2 hæðum sé boðin út, þá kostar Perlan eiganda sínum 60 milljónir króna á ári. Þetta finnst stjórnarformanni Orkuveitu Reykjavíkur of mikið og vill að Perlan verði seld. Eignin er nú til sölu á 5 fasteignasölum. Er að ræða 5.000 fermetra á 6 hæðum auk kjallara og geymslurýmis neðanjarðar. Ekkert ákveðið verð hefur verið sett á eignina en óskað er eftir tilboðum. Ekkert er ákveðlandi. Vísindamönnum íslenskrar erfðagreiningar tókst að finna erfðavísi sem veldur afbrigði af Parkinsonsveiki sem áður var ekki talin stafa af erfðaþáttum. Niðurstaðan þykir með merkustu uppgötvunum síðari ára í tengslum við þennan sjúkdóm. Það væri einföldun að segja við höfum fundið erfðavísi sem veldur Parkinsons-sjúkdómi. En við höfum svo sannarlega fundið erfðavísi sem að fylgir mikil áhætta á því að fá Parkinsons-sjúkdóm. Áframhaldandi rannsóknir munu miða að því að leggja grunn að þróun nýrra DNA-greiningaprófa, forvarna og lyfja við þessum erfiða sjúkdómi. Ferðaskrifstofan Samvinnuferðir Landssín var gjaldþrota í lok nóvember. 70 manns störfuðu hjá fyrirtækinu og var þeim sagt upp, en fyrirtæki skuldar 900 milljónir. Samvinnuferðir Landssín voru næststærsta ferðaskrifstofa landsins en svo virðist sem þessum kafla í ferðasögu landsins sé nú lokið.
Starfsmennirnir sem fóru heim úr vinnunni klukkan 5 þurfa ekki að mæta aftur. Nokkrum dögum eftir gjaldþrotið keyptu íslenskar ævintýraferðir rekstur innanlandsdeildar Samvinnuferða Landsýnar. Samkeppnisstofnun gerði húsleit hjá stóru olíufélögunum í desember vegna gruns að þau höfðu haft ólöglegt verðsamráð og skipt á milli sín markaðssvæðum. Starfsmenn Samkeppnisstofnunar ættu inn í höfuðstöðvar olíufélagana 3 á 10. tímanum í morgun í lögreglufylgd og lögðu undir sig fjárreiðu og bókhaldsdeildir félagana. Forstjóri Samkeppnisstofnunar sagði leitina gerða vegna fjölmargra ábendinga. Fulltrúar Samkeppnisstofnunar höfðu snör handtök með dómsúrskurð upp á vasann, tóku niður tölvukerfi og fylltu marga pappakassa af gögnum sem verða rannsökuð á næstu vikum og mánuðum. Atli Guðjón Helgason var dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir að verða Einari Erni Birgissyni að bana í nóvember árið 2000. Í niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur sagði að árás ákærða hefði verið ofsafengin og hann hefði slegið Einar Örn 4 sinnum í höfuðið með hamri. Atli hefði síðan ákveðið að leyna atburðinum. Atli neitaði því að hafa banað Einar Erni af ásetningi. Hefði verið að ræða hræðilegt slys og hann hefði verið að verja sig eftir að hann lenti í deilum við hinn látna. Hæstiréttur dæmdi Rúnar Bjarka Ríkharðsson í 18 ára fangelsi fyrir að verða vinkonu fyrrverandi sambýliskonu sinnar að bana á heimili hennar í Ytri Njarðvík með því að stinga hana mörgu sinnum með hnífi og veita sambýlismanni hennar áverka. Rúnar Bjarki var einnig dæmdur fyrir að hafa nauðgað fyrrverandi sambýliskonu sinni. Auk þess að vera dæmdur til þyngstu refsingar fyrir manndráp eða 18 ári fangelsi Rúnari Bjarka gert að greiða vel á 4 milljón króna í miskabætur, auk þess sem hann þarf að borga allan sakar- og málsvarnarkostnað. Austurríkismaður á fertugsaldri var handsamaður með 67.000 e-töflur á Keflavíkurflugvelli í lok september á leið frá Amsterdam til Bandaríkjanna. Markaðsverð fíkniefnanna talið hátt í 200 milljónir króna. Talið að hert eftirlit á flugvellinum og auknar öryggiskröfur hafi leitt til þess að tollgæslunni tókst að góma þennan bíl vegna smyglara. Eiturefnin fundust í farangri mannsins þegar hann var gegnumlýstur. Til átaka kom milli ungmenna úr hópi innflytjenda og annarra ungmenna á Lækjartorgi nóttina eftir þjóðhátíðardaginn 17. júní. Uggsettið að mönnum að kynþáttafordómar væru farnir að grafa sig hér á landi eins og víða í nágrannalöndunum. Íslendingar hafa löngum verið stoltir af sínum þjóðlega arfi og mælt hann í orði og verki. Nú Ísland hins vegar orðið fjölmenningarsamfélag og hér búa margir af ólíkum uppruna. Sumir segja að þjóðernishyggjan geti reynst þjóðinni hættuleg. Það auðvitað sérstakt áhyggjuefni að þau skuli með einhverjum hætti tengjast jafnvel kynþáttafordómum og það auðvitað full ástæða til þess að líta á það alvarlegum augum. Þetta eru hættumerki. Maður var myrtur í íbúð við Bakkasel í Breiðholti í lok október. 25 ára karlmaður sem þar bjó játaði verknaðinn. Hinn myrti var stunginn með hnífi í hálsi og víðar líkamann. Blóðblettir fundust fyrir utan íbúðina og hinn látni fannst í nærliggjandi garði. Íslenskur maður á 30-aldri, búsettur í Danmörku, var myrtur á Malaga á Spáni í nóvember. Danskur maður grunaður verknaðinn. Sjómannaverkfalli var það verkfall sem lengst stóð á árinu, en það voru fleiri stéttir sem munduðu verkfallsvopnið. Jú, þroskaþjálfar fór í verkfall sem stóð vikum saman og tónlistakennarar voru ákveðnir í að slá engar feilnótur í sinni kjarabaráttu. Rúmlega 6.000 sjómenn fóru í verkfall miðjan mars. Kjarasamningar sjómanna runnu út 15. febrúar árið 2000, en viðræður hafðu ekki skilað neinum árangri. Nokkrum dögum eftir að verkfallið hófst samþykkti Alþingi hins vegar lög að því yrði frestað til 1. apríl til að freista þess að bjarga úr sjó verðmætum loðnuafla sem annars væri glataður þjóðarbúinu, en hinn óveidda loðna var metin á 1,5 milljarð króna. Verkfallið því samtök fiskimanna og hófu gegn félögum og samtökum útvegsmanna og undir miðnætti aðfararinn 16. mars síðastliðinn frestað til kl. 24:00 þann 19. apríl næstkomandi frá með gildistöku laga þessara. Stjórnarandstæðingar gagnrýndu það harkalega að stjórnvöld skyldu grípa inn í deiluna eftir aðeins 3 daga verkfall. Skipin héldu til veiða á ný, en sem fyrr gekk hvorki né rak í samningamálum.
Vélstjórum og útgerðarmönnum tókst þó að semja 9. maí og var verkfalli vélstjóra þá aflýst. Þegar sjómannaverkfallið hafði staðið í 6 vikur, eða 2-fallt lengur en lengsta verkfallið undanfarin 20 ár, ákváðu stjórnvöld að grípa inn í annað sinn. Til að verja þjóðarheill, sagði sjávarútvegsráðherra. Skaðinn orðinn ótæpilegur gagnvart öllu efnahagslífi landsins. Við getum ekki leyft okkur þennan munað, þeir sem eru skráð borð í skútuna Ísland. Við stöndum frammi fyrir 2 slæmum kostum og hvort það á að hengja mann eða skjóta. Sjómannasamband Íslands ákvað þá að aflýsa verkfalli frekar en að fá á sig lög, en eitt aðildarfélag í sambandinu, Sjómannafélag Eyjafjarðar, hélt verkfallinu til streitu. Þann 17. maí voru samþykktu lög sem bönnuðu verkfallið og verkbann útvegsmanna og gerðardómi var falið að fjalla kjaramál sjómanna. Sjómenn, þar af sumir í sjóstökkum, söfnuðust saman á Austurvelli til að mótmæla þessu málalyktum. Það er talsverður hiti í sjómönnum eins og sjá má að heyra á mótmælafundi sem sjómenn hafa efnt til hér fyrir framan Alþingishúsið í norðankælunni á Austurvelli. Samningar! 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 Á 400 lögreglumanna tóku þátt í mótmælum sem hófust á almennum fundi í Bíóborginni. Gengu þeir svo fylltu liði niður Laugaveg og að Alþingi. Þar tóku á móti lögreglumönnunum Halldór Blöndal, forseti Alþingis, og Sólveig Pétursdóttir, dómsmálaráðherra. Lögreglumennirnir voru að mótmæla vinnubrögðum og seinagangi hjá samninganefnd ríkisins. Samningar tókust við lögreglumenn síðla árs. Þroskaþjálfar hófu langa og stranga hrinu verkfalla 18. maí þegar þroskaþjálfar hjá borginni lögðu niður vinnu. Þegar leið á júnímánuð lögðu þroskaþjálfar hjá ríki, sjálfseignarstofnunum og sveitarfélögum einnig niður vinnu. Verkfallið hafði afar slæmar afleiðingar fyrir fötluð börn og foreldra þeirra, þar sem enga þjónustu var að fá. Samið var við þroskaþjálfa hjá borginni 22. júní, en ekkert mjakaðist hjá öðrum þroskaþjálfum. Í byrjun júlí söfnuðust þroskaheftir ásamt aðstandendum sínum saman á Austurvelli til að þrýsta á að kjaradeilan yrði leyst. Foreldrar náttúrulega eru nánast allir í sömu sporum. Þetta er orðið mjög alvarlegt ástand og þetta má bara ekki dragast lengur. Fólkið gekk síðan yfir í félagsmálaráðuneytið við Tryggvagötu, þar sem félagsmálaráðherra varð fyrir svörum. Breyðum í að gera eitthvað. Það er komið tími til að síga á félagsmálaráðherra. Já, ég hef ekki... Þú hefur völd í ríkisstjórn til þess að borga þessu fólki sæmileg kaup svo það getur þjónusta okkar fólk. Þegar 7 dagar voru liðnir af júlí, skrifuðu þroskaþjálfar hjá ríkinu og sjálfseignarstofnunum loks undir nýjan samning og að hækkuðu byrjunarlaun þroskaþjálfa úr 100.000 krónum á mánuði í 143.000. Komu bandaríska skemmtiferðaskipsins Clipper Adventurer var mótmælt á Miðbakka í Reykjavík í byrjun ágúst. 3 félagar úr sjómannafélagi Reykjavíkur, þeirra á meðal formaðurinn, voru handteknir þegar þeir reyndu að koma í veg fyrir að farþegar af skipinu gengu á land. Ástæða mótmælana var sú að skemmtiferðaskipið hafði ekki gengið frá alþjóðlega viðurkenndum kjarasamningum kjör áhafnarinnar. Blaðamannafélagið sá ástæðu til að mótmæla framkomu lögreglu gagnvart fjölmiðlamönnum og gagnrýndi lögregluna fyrir að hafa reynt að hindra störf ljósmyndara á vettvangi. Sjúkraliðar undirrituðu nýjan kjarasamning í lok nóvember, skömmu áður en til allsherjarverkfalls kom. Vikurnar á undan höfðu sjúkraliðar staðið fyrir nokkrum stuttum verkföllum til að knýja á nýja samninga og ollu aðgerðir þeirra margvíslegum vandræðum á sjúkrahúsum. Verkfall tónlistarkennara hófst 20. og 2. október og því lauk ekki fyrir mánaðamótin nóvember-desember. Samið var 152.000 króna byrjunarlaun tónlistarkennara á mánuði, en áður voru þau rúmlega 100.000 krónur. Samkomulag var gert milli ASÍ og Samtaka atvinnulífsins annars vegar og ríkisstjórnarinnar hins vegar samstilltar aðgerðir til að ná tökum á verðbólgunni. Vonast er til að draga muni úr verðbólgu, krónan styrkist og vextir lækki með því að verja kaupmáttur launafólks. Margir hafa viljað kalla samkomulagið nýja þjóðarsátt.
Í samkomulaginu felast meðal annars frestun á uppsögn launaliðs kjarasamninga fram í maí, atriði sem lúta að lífeyrismálum, meiri hækkun launa í janúar árið 2003 og breytingar á tryggingagjaldi. Þessi ungi maður, hann heitir Nathanael og verður kannski sjá fréttamaður hjá okkur. Ertu búin að ráða? Nei, en Nathanael var fyrsta barni sem fæddist á öldinni á sjúkrahúsinu á Akranesi, þannig að kannski hann verði fótboltamaður. Hann var í fréttum hjá okkur á kvöldi nýársdags og nú er hann kominn til okkar til þess að fagna áramótunum með okkur. Á þeim 12 mánuðum sem eru liðnir frá því að Nathanael fæddist hefur margt borið til tíðinda, bæði gleðilegt og sorglegt. En drengurinn hefur vaxið og dafnað, umvafinn ást og hlýju, áhyggjulaus allt veraldlegt vafstur. En lítum á hnokkan nokkrum klukkustundum eftir að hann fæddist. Fyrsti Íslendingurinn sem fæddist á þessari öld kom í heiminn á sjúkrahúsi Akranes klukkan 2 mínútur yfir 6 að morgni nýársdags og þar ríkti sannkölluð hamingja. Þetta var myndardrengur, 14 merkur og 52 sentimetrar. Foreldrarnir eru háskólanemar búsettir á Akranesi. Aðeins nokkrum mínútum síðar fæddist annar drengur á fæðingardeildinni í Reykjavík. Ingvar E. Sigurðsson leikari fékk hlutverk í nýrri Hollywood-kvikmynd sem nefnist K-19, The Widowmaker. Myndin byggist á sannsögulegum atburðum sem gerðust í rússneskum kafbáti árið 1961. Ingvar leikur á móti ekki óþekktari mönnum en Harrison Ford og Liam Neeson. Sigurjón Sighvatsson er meðal þeirra sem framleiðir myndina, en Karl Júlíusson gerir leikmyndina. Jú, þetta er alveg eiginlega bara fyndið og ég er alveg einhvern veginn ekki alveg búinn að ná þessu. Ég er bara hálf aulalegur yfir þessu. Því að ég í rauninni, það var þannig að í fyrra kvöld þá hringt í mig og sagt að ég sé borð í þessari mynd, hvort ég geti komið á morgun. Og ég í rauninni er búinn að missa af einum degi í þessum kafbátaskóla. Lagið Birta eða Angel var framlag Íslands í söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva þetta árið og var það flutt af Two Trygg í hópnum. Miklar deilur höfðu spunnist það hér á landi hvort Birta skyldi sungin á íslensku eða ensku í keppninni. Sjónvarpið sýndi beint frá keppninni að venju og var hún haldin í Parken í Kaupmannahöfn að viðstöddum rúmlega 40.000 áhorfendum. Útvarpsráð hafði fyrrum veturinn samþykkt tillögu Marðar Árnasonar að framlag Íslands í keppninni skyldi sungið á íslensku. Vegna háværa gagnrýnisradda ákvað ráðið að Einar Bárðarson, höfundur sigurlagsins í forkeppni Eurovision, fengi að ráða því sjálfur á hvaða tungumáli lagið yrði sungið í aðalkeppninni. Birta hlaut ekki náð fyrir augum Evrópubúa og hafnaði lagið í neðsta sæti ásamt framlagi Norðmanna með 3 stig og taka Íslendingar ekki þátt í keppninni næsta ár. Eistar sigruðu í keppninni með laginu Everybody eða Allir. Litlu mátti muna að Danir færu með sigur af hólmi annað árið í röð en þeir lentu í öðru sæti. Svo dýrt var að halda keppnina að danska sjónvarpið íhugaði að kaupa áfallatryggingu til að mæta kostnaðinu með danska lagið inni aftur. Samtök íslenskra myndlistarmanna SÍM fengu þak yfir höfuðið í fyrsta sinn í lok október þegar þau fengu húsið að Hafnarstræti 16 afhent áður og Hótel Alexandra sem borgarsjóður hafði látið endurbyggja. Pétur Stefánsson, formaður SÍM og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri undirrituðu samning afnot myndlistarmanna að húsinu sem á að vera miðstöð myndlistar á Íslandi. Sankti Jósefssystur yfirgáfu Ísland snemma árs eftir meira en 100 ára dvöl hérlendis. Systurnar hafa unnið mikið og fórnfúst uppbyggingarstarf á sviði mennta og heilbrigðismála. Íslensku systurnar eyða ævikvöldun í höfuðstöðvum regludeildar sinnar í Danmörku. Mánaðargamalt lamb tók ástfóstri við séra Kristinn á Friðfinnsson prest í Hraungerðisprestakalli og fjölskyldu hans eftir að fjölskyldan tók það að sér þegar það barðist fyrir lífi sínu. Lambið fylgdi fólkinu eins og tryggasti hundur í 5 km göngutúr á hverjum degi
Svo hænt var það að fjölskyldunni. Það fór ekki fram hjá söngelskum Íslendingum þegar sjálfur stórtenorinn José Carreras hélt tónleika í Laugardalshöll í september fyrir troðfullu húsi. Ekki dró það úr ánægju landans að með Carreras söng hinn ástsæla söngkona Diddú. Hún sagði Carreras einstaklega geðþekkan mann. Bara fyrsta handartakið, það bara bræddi mann, sko. Ég hafði enga ástæðu til að vera feimin eða hrædd. Sonia Gandhi, leiðtogi kongressflokksins á Indlandi, kom í stutta einkaheimsókn til forseta Íslands mitt sumar. Ýmsir framámenn í indverskum stjórnmálum voru með í för. Sonja millilenti hér á leið til Bandaríkjanna frá Evrópu og dvaldi á landinu í það bil sólarhring. Jóakim Danaprins og Alexandra eiginkona hans kom í einkaheimsókn hingað til lands í lok september ásamt litla prinsinum Nikolai sem orðinn 2 ára. Jóakim og Alexandra skoðuðu sig bæði sunnanlands og norðan. Jóakim kom hingað síðast fyrir 16 árum. Sidst var det regn og lave skyer og tåge i en hel uge. Denne her gang har det været vidunderligt vejr, og det har gjort, at jeg har fået mulighed for at gense det, jeg så før, men se det på en helt anden måde med et meget større perspektiv. En prinsessan hafði aldrei áður komið til Íslands. Altså, hvad landet har at tilbyde naturmæssigt, er slet ikke noget, jeg har set før. Og det er vidunderligt smukt, men det er også barskt. Jæja, hvað hafa Íslendingar nú unnið sér til frægðar á árinu 2001? Jó, við leikum í bíómynd í Hollywood og gengum í Schengen. Uppgötvuðum fyrst þjóða erðavísi sem veldur afbrigði af Parkinsonsveiki. Gómuðum smyglara með rúmlega 60.000 e-töflur á Keflavíkurflugvelli og komust að því að það eru miklu færri þorskar í sjónum en við haldið til þessa. Og þetta nú nokkuð vel af sér vikið hjá lítilli þjóð á 12 mánuðum eða hvað finnst ykkur? Fréttastofa sjónvarpsins óskar landsmönnum árs og friðar. Við minnum á svipmyndir frá erlendum vettvangi sem á að koma hérna eftir og Logi, þú mátt fara út og sprengja. Gleðilegt ár. Gleðilegt ár.